Gott kvöld, velkomin í Fréttir. Fjármálafyrirtæki kynntu í dag nýtt snjallt húsnæðislán sem aðlagar sig að líðan lántakans. Þegar fólk glatt í bragði, hækkar afborgun af láninu 20%, en þegar fólk niðurbrotið, lækkar hún tímabundið í svokallaða samúðarskuld, á meðan höfuðstóllinn hækkar 20% á milli mánaða. Talsmaður fjármálafyrirtækja segir, ekkert víst að þetta klikki. Þingmaður Miðjuflokks ætlar að efna til viðburðar á laugardag til að vekja athygli á því hversu margt brúnt fólk flyst til Íslands og borðar ekki einu sinni hákarl. Viðburðurinn, má ekki segja neitt lengur, fer fram hjá Hestamannafélagi Árbæjar. Þar verður glímusýning, keppt í pönnukökubakstri og ferskeytlu freestyle, auk þess sem efnt verður til teiknisamkeppni fyrir börnum hönnun á nýrri brottfarastöð. Við færum okkur þá í íþróttafréttir. Íslandsmeistaramótið í því að harka af sér verður haldið í Smáralind í næstu viku. Keppt verður í flokkum eins og fer beint í vinnu eftir innlögn á bráðamóttöku og tek al mér erfið verkefni þrátt fyrir kulnun. Fyrstu verðlaun eru ferð til Keflavíkur. Og þá að veðri, rauð viðvörun hefur verið gefin út í kringum karlmenn sem stjórna hlaðvörpum. Tæknilega séð verður logn en hætta á mikilli gaslosun og undirliggjandi reiði yfir því að konur fái líka að tala. Þetta voru fokkfréttir kvöldsins, við ráðleggjum fólki að forðast alla umræðu ábyrgð.